Já, Óli, til hamingju með sigurinn í leiknum og þetta nú svona kærkominn áfangi hjá okkur og komast í milli riðla. Já, þakka aðeinslega fyrir. Við erum náttúrulega búin að keppa á móti 5 hörkuliðum í byrjun sem við vissum að þetta væri mjög erfið leikir og vorum að stefna aðalega að vinna kúpu og gerðum það í dag, svo sannarlega. Já, þetta var bara örugt hjá okkur. Já, við vorum með þetta í höndunum allan tíman. Ég held að þeir náðu ekki einu sinni að komast yfir og þannig að þetta var öruggur sigur, mætti segja. Já, og þið verðið áfram hérna í Zagreb og fáið nokkra alvöru leiki viðbót. Jú, ég var að heyra að við fáum Króatana á heimavelli, þannig að það verður eitthvað. Vorum leiknum í gær Egyptaland Króatíu, þannig að það var stútfull höll, þannig að maður getur ekki beðið að fá að upplifa það. Já, það er Króatíu fyrsta leik. Já, ég held það. Og þú fékkst hérna nokkra myndur lokinn? Jú, náðu að nýta þær vel, fyrsta marki með Cabo Verde, þannig að mjög gaman og léttir að sjálfsögðu. Þannig að nýta bara hverja einustu mínútu sem maður fær með þessu liði náttúrulega. Og svo hann einn alveg stórkostleg stóðsending inn á línu sem endaði í horni. Þetta var mjög vel gert. Jú, maður bara með hann leikskilning, þú þekkir það sko. Maður hoppar upp á slagur, sá að línumann var þarna og ef hann myndi ekki ná þess að var hottamann næstur. Þannig að maður lætur bara þvert yfir þarna og ykkur grípur þetta endanum að tala. Einmitt. Þetta þarf ekki að vera flókið. Nei, alls ekki, þetta er bara boltinn. Og hérna, en þetta er bara áframhaldandi vera hérna í Zagreb og bara áframhaldandi vera og njóta og læra. Já, sjálfsögum, það er bara að sjúta inn og náttúrulega stór leikur nú mútið Króatíu aðalega, þannig að það var bara fyrsta skipti á æfinni, ég held að maður spila fyrir fram að svona marga, þannig að sjálfsögum það maður bara njóta þess og virða hver einasta mínútu sem hann fær í leikjunum. Og þjálfarinn, hann lítur nú að vera kampakátur núna, hann skammar ykkur allan eftir þetta. Nei, ég held að við fáum ekki hárblásara núna, ég held að það verður bara himinlifandi kallinn, hann var alltaf skellbrostið þegar ég var leiðinni hérna inn, þannig að ég vona að hann segja þó það.